Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig maður lagar til töflu, lagar til útlit og töflu í Excel. Ég er hér með töflu sem inniheldur kostnaðaráætlun fyrir Evrópuferðalag og þannig ég vil hafa hér fyrirsögn á þessu. Þannig ég vil til að sjá hvað er í töflunni. Þannig ég ætla að vera með svona smá kassa hérna og ég vil hafa þetta í einu lagi. Þá fer ég hér í merge hérna uppi og gerir merge cell. Þá er þetta svona einu textabóksi í rauninni. Og svo wrap text og það er til þess að ég geti haft þetta ef að textin lendir í 2 línum. Svo fer ég hér uppi, þá sjáu þið þetta velja að vera með miðjusett. Bæði fyrir miðjum dálki og bæði á breiddina og lengdina. Svona. Og þá ætla ég að slá inn hér texta inn í þetta bóks. Fyrir Evrópuferð í mánuð og svo Interrail. Svona. Og ég ætla að hafa þetta, ég myndi nú vilja stækka bara þess þennan kassa. Þá fer ég hér. Svona. Getum við stækkað hann svona. Eins og við viljum. Og ég ætla að hafa letrið í aðeins stærra. Svona 20 punkti eitthvað svoleiðis. Þá kemur þetta svona. Mætti stækka aðeins bara meira kassan. Svona. Og hérna er svo að setja lit inn í hann og svona. Þá fyrir við hérna upp í málningafötuna uppi. Og get sett bara einhvern lit inn í hana. Og svo myndi ég vilja setja línur svona hérna sumstaðar. Þá fer ég hér og ætla að setja línur hér fyrir neðan þetta. Þá fer ég hér upp við hliðina á málningafötunni eru svona borders. Og hérna sjáu þið, hér er borders bottom, top border og ég ætla að setja í botnin neðst. Sjáu þið, þá er það komið hérna. Svo myndi ég líka vilja að þetta myndi flúta hér textin verð fyrir 4, 2 og 1 að það væri hérna hægri settu textin eins og er hérna í stíl við hérna upphæðina sem er hérna fyrir neðan. Svona. Svo myndi ég vilja setja aftur hérna á þessa línu hérna neðist, líka hafa border bottom og hérna á samtals undir þessari línu, þá myndi ég vilja hafa svona 2 línur. Og það er hérna líka, hér er ýmislegt og hérna get ég fundið bottom double border. Þá lítur þetta svona út. Svo þetta letri hérna, feitletra þess að gera það aðeins. Þannig að svona nú lítur töflan miklu betur út og þetta svona meiri töflu útlit. Og það er þetta að setja hérna ýmsu línur svona í þessu bordersbóksi hér uppi. Þannig að svona getið þið laga töfluna til eins og ykkur finnst fallegt. Þá ætla ég að láta þetta duga. Takk fyrir.